Sæl öll, ég býð ykkur velkomin á fjórða viðburð haustsins í fyrirlestraröð Landgræðslunnar sem ber heitið Rauðar viðvaranir, grænar lausnir, landi, loftslagið og lífbreytileikinn. Ég heiti Iðunn Hauksdóttir og mun stýra þessum viðburði. Í dag mun Hildur Þorbjörg Ármannsdóttir halda erindi sem hún nefnir áskoranir í endurheimt votlendis, horft til félagslegra, hagfræðilegra og pólitískra þátta. Í lok erindisins verður tími fyrir spurningar og ég vil biðja ykkur að skrifa spurningarnar sem brenna á þar sem stendur Q og A. Viðburðinum lýkur svo ekki seinna en klukkan 16:00 eða 4. En þá ætla ég bara að gefa þér orðið, Hildur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og bara hæ allir og takk fyrir að koma og hlusta á mig ræða meistararitgerðina mína sem ég skrifaði í byrjun 2022 og eins og Iðunn sagði, ég ætla að tala áskoranir í endurheimt votlendis á Íslandi og horfa til þessara þátta þarna sem voru nefndir og svo ætla ég líka aðeins að horfa svolítið á svona alþjóðalandslagið hvað var það, náttúrulausnir og svolítið setja það í samhengi við endurheimt votlendis á Íslandi. En áður en ég byrja að tala efni ritgerðarinnar minnar, langar mig bara svolítið aðeins að kynna mig. Ég heiti Hildur Þorbjörg, fædd og uppalin á Akureyri en hef verið búsett erlendis síðustu 6 ár í námi. En áhugi minn hefur alltaf verið bara almennt og innan akademíunnar svolítið svona í sjálfbærni og hef ég alltaf svolítið mikið viljað bæði skoða náttúruvísindin og félagsvísindin á sama tíma. Þannig ég endaði svolítið að fara í þverfaglegt bíanó í Liberal Arts and Science í Hollandi í Maastricht. Þar sem ég horfði svona á náttúruvísindin og félagsvísindin með sjálfbærni linsu, getur maður sagt. Síðan fer ég í kjölfarið í meistaranám í Environmental Social Science og sérhæfði mig þar í Human Geography. Og þar fer ég svona aðeins meira inn á félagsvísindahliðina og sjálfbærni og skrifa svo í kjölfarið meistararitgerð endurheimt votlendis. Og svo bara áður en ég haldi áfram, ég hef alfarið verið í námi á ensku og skrifaði ritgerðina á ensku. Þannig bara fyrirfram afsakið ef það kom einhverjar enskuslettur inn á milli eða ef það kom einhver skrítin íslensk orð, það var alveg svona eitt og annað sem var svona erfitt að þýða fyrir kynninguna. En allavega, af hverju endurheimt votlendis, bara svona að gefa smá bakgrunn á áhuga mínum á að skoða endurheimt votlendis í íslenska samhenginu. En ég man fyrir mörgum ára síðan, bara þegar ég var fyrst eitthvað svona að skoða sjálfbærni og losun og loftslagsbreytingar, var ég spurð, bara hvort ég vissi hvað væri að valda svona mestu gróðurhúsalofttegund og losun á Íslandi. Og ég hugsaði bara strax, já, bílaflotinn, eitthvað. En svo var mér sagt að það væri í rauninni losun frá þurrkuðu votlendi og þetta bara kom mér svo rosalega óvart. Og það var svolítið kviknaði áhugi minn á þessu síðan þá. En síðan hefur endurheimt votlendis bara gegnum árin finnst mér farið að auka í mikilvægi. Bara þegar við hugsum alvarlegu stöðu loftslagsbreytinga og síðan líka ástand líffræðilegs fjölbreytileika í heiminum. En votlendi náttúrulega þjóna mikilvægu hlutverki í báðum þessum efnum og svo bara innan vistkerfa almennt. Og svo á sama tíma hefur endurheimt votlendis ekkert verið kannski svo áberandi í loftslagsumræðinu finnst mér á Íslandi. En umræðan hefur svolítið verið fókuserið bara á jarðefnaeldsneyti og bara losun frá landi almennt, ekkert bara votlendi, bara landi almennt, fær svolítið svona lítið pláss í svona umræðinni. Og útgangspunkturinn í minni ritgerð var svolítið svona þetta og svo staða votlendis á Íslandi. Og þá horfum við bara á, hversu rosalega langt skurðakerfið 30.000 kilometrar. Ég man ekki, það var einhver sem sagði mér að þetta væri bara næstu 2 svar í kringum jörðina, lengdarlega séð. Þannig þetta alveg gríðarlega mikið. Og svo náttúrulega hvað það stórt landsvæði sem búið að umbreyta vegna þurrkunar, en það eru svona það bil 420.000 hektarar. Og svo eitthvað af þessu svæði sem ekki einu svona í notkun, en samt ennþá svona þurrkað í svona þurrkuðu ástandi.
og síðan líka ef við horfum bara svona á endurheimtar hvernig þetta hefur gengið í gegnum tíðina, hefur þetta verið svona hægt og þá kannski sérstaklega þegar við horfum á, þú veist, hvað staðan í heiminum varðandi loftslagsbreytingar og líffræðilegan fjölbreytileika sérstaklega, hvað þetta er orðið alvarlegt, þá hefði maður haldið kannski að væri aðeins meiri hraði. En ég skoðaði þær skýrslur sem ég fann og reyndi svolítið svona að taka saman hvað er búið að endurheimta síðan 1996 og ég fann töluna 1238 hektarar. Gæti náttúrulega verið að það er ekki inn í þessu einhverjar tölur ef að landeigendur hafa sjálfur verið að endurheimta. Það er þá náttúrulega ekkert skráð hjá yfirvöldum. Þannig að þetta er svona sem ég fannst svona áhugavert að skoða nánar og svo bara svona almennt líka áhugavert, þú veist, þurrkun votlendis á Íslandi, bara svona mannvista landfræðilegu sjónarmiði, þú veist hvað þetta var stórt landsvæði þurrkað á gríðarlega stuttum tíma og þetta þá í kjölfæri náttúrulega veldur mjög dramatískum breytingum bara á íslensku landslagi. En bara svona dæmi hér, þessi mynd er frá GES vefsjá Landbúnaðar Háskóla Íslands og er skjáskot frá 2021 og sýnir hérna í rauðu skurðakerfi á Suðurlandi. Og þetta var forsíðumynd ritgerðarinnar minnar, bara svona til þess að sýna hvað þurrkun votlendis er í rauninni algengt og mikið í sumum landshlutum. Og hvað í rauninni skurðir einhvern veginn eru stór hluti af íslensku landslagi. En mér finnst líka bara svona áhugavert líka að sjá þetta bara á mynd. Oft er svo erfitt að ímynda sér, þú veist, hvað erum við að tala er þetta virkilega svona mikið, en mér finnst þetta að vera svolítið svona góð bara mynd til þess að svolítið svona sýna manni, þú veist, svona er þetta. Að minnsta kosti á ákveðnu landsvæði. En bara ef við skoðum síðan rannsóknarspurningarnar sem ég svona spurði á ensku í ritgerðinni, hverjar bara eru áskoranirnar innan svona stjórnunar endurheimta votlendis á Íslandi. Þá erum við að tala bara svona governance á endurheimt votlendis. Og svo hvernig birtast algengar áskoranir náttúrulausna innan endurheimta votlendis á Íslandi. Og það sem ég síðan fer svolítið að skoða, eins og segja áðan, svolítið svona heimsmyndin í þessum málum, bæði með endurheimt almennt og svo specifically náttúrulausnir eða svo kallar nature-based solutions og ég mun svona aðeins útskýra það betur bráðlega. En fyrst bara svona endurheimt votlendis svona annars staðar í heiminum, þetta hefur verið rannsakað þar sem að horft er til áskorana sem að eru að eiga sér stað og það sem að stendur upp úr eru svona hvað eru margar ólíkar hugmyndir votlendi og hvernig það er oft svolítið svona, þú veist, stangast á við hvor aðra. Og líka bara ólíkar hugmyndir hvernig endurheimt skal fara fram, hversu stórt, af hverju, hvernig nákvæmlega á það að fara fram og það er bara, fólk er ekki sammála þessu hluti en til dæmis rannsóknir í Svíþjóð sýndu að landeigendur sáu bara votlendi almennt svona í frekar svona neikvæða ljósi, bara þetta er ekkert svakalega næs, af hverju ætti ég að vilja hafa þetta á mínu landi og síðan var fólk innan stjórnsýslunar sem var líka hikandi aðalega vegna mögulegra svona neikvæðra efnahagsáhrifa frá endurheimt af því þú veist, erum við mögulega að missa land sem við getum, ég veit ekki, sett upp veg, byggt upp einhvers konar byggingar sem að geta kontributað til hagkerfisins á svona hefðbundin hátt. Og svo voru það svona frjáls náttúrutengt samtök sem síðan sáu votlendi meira bara svona mikilvæga fyrir náttúruna og fyrir líffræðilega fjölbreytileika. Þetta er alveg svolítið svona mjög mismunandi sjónarmið. Og maður getur ímyndað sér að það getur verið erfitt að ná sáttum með hvað skal gera þegar hugmyndir votlendi eru svona ólíkar. Og þetta kemur líka fram í Nýja-Sjálandi. Þar voru ádeilur vegna mismunandi svona áherslna milli hópa, hvernig á að stýra votlendismálum. Og þar voru bændur mjög sterkir á að það þyrfti að horfa á hagfræðilega gildið á meðan að voru svona frumbyggja-hópar á svæðinu sem að voru miklu meira að horfa bara á náttúrulíf, bara mikilvægi náttúrunar fyrir náttúru bara eitt og sér þegar koma stjórnun svona votlendismála.
En síðan kemur líka upp í öðrum stöðum í heiminum, það kemur erfiðleikar svona með stefnur í endurheimt og verndun votlendis. Þetta hefur verið rannsakað í Kanada og Nýja-Sjálandi og þar hefur bara votlendi verið þurrkað þrátt fyrir að stefnur segja til að votlendi ætti að vera verndað. Stefnur eru síðan líka, þær eru óskýrar og svolítið svona opnar fyrir túlkanir, það er svolítið auðvelt kannski að einhvern veginn vinna gegn þeim. Og þá hafa oft komið svona hagfræðileg rök bara sem að nægja oft til þess að þurrka votlendissvæði. Þrátt fyrir þessar stefnur segja til að það ætti að vera vernd. Og þá er oft bara einhvers konar uppbygging sem að bara gera það verkum að votlendið færi að víkja. Svo er það svolítið svona rauði þráðurinn að samvinna og samskipti rosalega mikilvæg því votlendi getur náttúrulega verið gríðarlega stór og þau fara þar af leiðandi yfir landeignamörk, stjórnsýslumörk og þetta náttúrulega gerir það verkum að það eru svo margir aðilar sem allt í einu eiga aðild að máli en í Bandaríkjunum var rannsókn sem sýndi bara að það voru gríðarlegir erfiðleikar með að bara koma fólki saman, bara einhvern veginn að ná utan þessa hópa sem var náttúrulega ennþá erfiðara bara út af takmörkuðu fjármagni og mannauði. Svo náttúrulausnir var svona reglulegt hugtak líka sem ég nýtti mér svolítið til þess að skoða áskoranir sem eru svolítið innan þessa heims. En náttúrulausnir eru lausnir sem að nýta þessi náttúruna til að leysa alls konar vandamál, svo sem losun gróðurhúsalofttegunda, en síðan er þessu lausnir svolítið þannig að þær hafa mörg jákvæð svona impacts. Þannig að við erum ekki bara að fara að minnka losun, heldur erum við að fara að bæta vatnsgæði, við erum að fara að bæta líffræðilegan fjölbreytileika, við erum mögulega að fara að búa til einhvers konar félagsleg verðmæti með því að bara búa til fallegt náttúruumhverfi. Þannig að þessar lausnir svona, þær hafa margar jákvæðar hliðar. Og náttúrulausnir eru til dæmis endurheimt votlendis, verndun, uppbygging skóga, uppbygging gróðurs meðfram ströndum. Það var allir gert í Tælandi til þess að vernda ströndina fyrir flóðum, sett upp meiri gróður og gróður sem var nú þegar skilur til á svæðinu. En það sem einnig svolítið sameiginlegt líka með þessum lausnum að það eru áskoranir á alþjóðavettvangi. Og það áskoranir sem eru til staðar eru sérstaklega svolítið nátengdar því bara hversu flókin náttúran vistkerfi, hvað þau eru flókin og oft kannski torskilinn fyrir hinn almenna borgara sem ekki sérfræðingur eða sérfræðingur vísindamaður og svo líka þetta flókið bara af því að við getum ekki einhvern veginn sett náttúruna svo auðvitað inn í hagkerfi eins og við þekkjum það. Við getum til dæmis ekkert svo auðvitað mælt náttúru þjónustur eða líffræðilegan fjölbreytileika svona í fjárhagslegum skilningi. Hvað til dæmis virði jákvæð áhrifana á líffræðilegan fjölbreytileika sem fylgir í kjölfar ef við endurheimtum x hektara votlendi. Bara með þess að segja þetta svolítið flókið, en hvernig ætlum við síðan að koma með einhvers konar krónumerki þarna bakvið til þess að sýna fólki bara að þetta víst verðmætt. En þetta bara til dæmis eitthvað sem að bankastofnunir í dag eru bara að erfiða með akkurat núna, bara hvert virði líffræðilegs fjölbreytileika og hvernig getum við sannfært fólk að það sé vert að fjárfesta í þessum lausnum sem að leggja þetta að mörkum, sem að kontribúta til náttúrunnar á kannski svona óhefðbundin hátt frá hagfræðilegum sjónarmiðum. Og svo almennt líka séð innan þessa lausna, það ósveigjanleiki stjórnvalda og skortur á pólitískum stuðningi, tengist náttúrulega líka því að fólk kannski ekki til að sjá þetta verðmæti og svo skortur líka bara á skilningi og stuðningi almennings og líka bara af því að þetta flókið mál oft, náttúrun flókið. Svo svona með þetta í huga bara örstutt svona aðferðafræðin sem ég nýtti mér í þessari rannsókn. En ég tók 10 viðtöl við sérfræðinga og einstaklinga sem að vinna eða hafa unnið í kringum endurheimt votlendis. Síðan vildi ég líka svolítið skoða
umræðina eins og hún kemur fram, þú veist, svona opinberlega. Þú veist, hvað almenni borgari, hvað fólk að sjá í umræðinni. Þannig ég skoðaði skýrslur frá stofnunum sem að tengjast endurheimt voðeldis og svo líka fréttagreinar af RÚV, Vísi og Bændablaðinu og bara þarna vildi ég fá að sjá svolítið, þú veist, umræðina þvert á hópa eins mikið og ég gat. Og út frá þessu síðan greindi ég svona hvaða áskorana þemu koma upp í viðtölunum og svo þessum skjölum. Og þá að niðurstöðunum, bara hvaða þemu erum við að sjá hérna varðandi áskoranir og þau voru svona 4 sem stóðu upp og það voru svona alls konar punktar sem að eru síðan undir þessum þemum. En við erum að sjá áskoranir bara sem tengjast ádeilu varðandi endurheimt votlendis sem landnotkunar aðferð eða nálgun. Svo erum við með áskoranir sem tengist ásýnd og virði votlendis. Svo erum við með stjórnunarstefnu og samvinnu áskoranir og svo áskoranir sem bara tengist almennum svona vöndunum á úrræðum og rannsóknum. Og við byrjum bara næst ádeilan í kringum endurheimt votlendis á Íslandi eins og hún kom fram í greinum og fjölmiðlum og líka bara kemur upp í viðtölunum að það bara, fólk ekki sammála hvernig á að nota þetta land sem þurrkað votlendi. Og orðræðan svolítið svona, þú veist, skógræktarmál og landbúnaðarmál versus votlendismál. Og umræðan einhvern veginn svo rosalega pólariseruð að það birtist fyrir manni eins og það sé engan veginn hægt að taka blandaða nálgun. Það svolítið svona eins og það sé bara, já, ok, við þurfum að velja bara, þú veist, þetta eða hitt. Sem að, já, gæti verið sýnir svolítið samvinnu erfiðleika og gæti síðan líka út á við verið að skapa, þú veist, efasemdir á almenning hvort að endurheimt votlendis sé góð lausn. Bara ok, kannski ættum við frekar að vera bara að, þú veist, bara planta endurheimt skógum eða kannski ættum við bara að skilja þetta land eftir því að hvað ef við þurfum meiri landbúnað þarna. Og hann má ekki ímynda sér að þetta sé svolítið svona stór partur af áskoruninni og ég held að þetta sé síðan nátengt næstu áskorun sem einmitt ásýnd og svona virði votlendis. En það virðist sem að saga þurrkunar frá 1930 sem var mest þurrkun í gangi, sé bara gríðarlega fersk í manna minnum, eðlilega, það alls ekki langt síðan að þetta var álitið framfaramerki, bara að þurrka land, bara til að fá meira landbúnaðarsvæði. Og þetta var alltaf stefna stjórnvalda líka í landnotkun, það voru styrkir gefnir og þetta var bara svolítið svona, það var svolítið keyrt bara áfram með þetta. Og síðan í dag eru kannski sömu bændur að fá allt önnur skilaboð aftur frá stjórnvöldum. Það sem núna á allt í einu að fylla upp í skurðina sem var verið að vinna við að grafa út allt land. Þannig að maður getur svona ímyndið sér að þetta sé kannski svolítið erfitt fyrir fólk líka að takast á við. Og svo í tengslu það bara ennþá líka sterk svo ímynd votlendis, bara þessi ljót og hættuleg. Náttúrulega alltaf frægt, þú veist, orðatiltækið, nú man ég ekki einu sinni hver sagði það, en þegar spurt hver besta uppfinning sem kom til Íslands, það var það stígvélin. Þetta alltaf svolítið svona frægt og kom svolítið oft upp líka í viðtölunum hjá mér. Sem að sýna líka svolítið bara hvað votlendi voru erfið fyrir fólk, þú veist, fyrir mörgum árum áður en að stígvélin komu. En já, bara náttúrulega rosalega erfitt landslag og kannski stór landsvæði sem að fólk gat ekki komist á milli bara því það var votlendi fyrir. Og svo bara í dag, þú veist, fólk sér ekkert endilega verðmætið í votlendi í peningum talið, en á sama tíma það alveg klárt mál að þau gegna mikilvægu vistfræðilegu hlutverki. Þú veist, vistfræðileg verðmætið gríðarlegt.
Þannig vonandi fara kannski bara vottaðar kolefniseiningar að koma inn á markaðin sem fyrst, svona til að hjálpa með þetta. En á sama tíma, þú veist, þá það bara losun. Þú veist, ef við ætlum að fara að tala kolefniseiningar, erum við bara að horfa á losunar elementið hjá votlendi, við erum ekkert endilega að horfa á gæði sem tengjast betri vatnsgæðum eða líffræðilegum fjölbreytileika. Þannig að þú veist, það hefur líka alveg sitt svona, kannski ekki fyllilega að vera meta votlendi eins og við ættum að gera. Síðan líka áskorun til staðvarandi stefnumál og samvinnu og þetta tengist bæði alþjóðlegu hliðinni og innlendu hliðinni. Á alþjóðlegu hliðinni það sem sagt að í Parísarsáttmálanum losun frá landnotkun eða LULUCF eins og kallast. Hún ekki talin á sama hátt og losun frá jarðefnaeldsneyti og fellur í rauninni ekki strangt undir skuldbindingar Íslands á alþjóðavísu eins og jarðefnaeldsneytislosun gerir. Þannig það svona kannski ekki jafn mikil ástæða fyrir stjórnvöld að keyra áfram með að endurheimta votlendi versus að keyra áfram, þú veist, orkuskipti sem að geta mjög auðveldlega talist undir Parísarsáttmála. Síðan líka áskorunir sem tengjast innlendustefnunum og það þá aðalega bara að áframhaldandi þurrkun votlendis á sér stað og að fara fram hjá yfirvöldum þrátt fyrir það stefnu sem til staðar og þetta náttúrulega gert þvert á það verklag sem varðandi votlendismál og síðan á sama tíma hefur verið kannski erfitt að fá leyfi fyrir endurheimt votlendis og það bara svolítið svona skrítið, þú veist, þetta, þú veist, að skemma votlendi einhvern veginn bara gert og án afleiðinga og erfitt að fylgjast með því, en síðan þegar verið að, þú veist, vernda náttúruna og taka náttúruna tilbaka, þá allt í einu einhverjir, þú veist, stjórnsýslu erfiðleikar þar. Og þá það líka í tengslum það, þú veist, ákveðnar stjórnunar einingar innan stjórnsýslunar kannski ekki alveg meðvituð hvert ábyrgðir, eins og sveitarfélög kom upp í viðtölum og það var oft svolítið svona óvissa, þú veist, hver ber ábyrgð og byrju, ok, hvað á ég þá að gera eða bara einfaldlega var stopp. Já, og síðast en ekki síst það áskorunin sem svona falin bara í almennri svona vöntun á úrræðum, rannsóknum, fólki, tíma og þetta náttúrulega bara beintengt vöntun á fjármagni, fjárhagslegum hvötum kannski sem tengjast votlendi eins og ég hef talað áður, þú veist, að vantar þetta verðmæti, þetta hagfræðilega verðmæti mögulega til að ýta þessu áfram. En þú veist, það þarf líka að framleiða efni fyrir almenning til að vekja meiri athygli á þessum málaflokki og það vantar fólk, vantar fleiri rannsóknir, vantar kannski fleiri sérfræðinga sem mjög einbeittir á votlendismál. Og þetta síðan bara svolítið erfitt af því að Ísland bara fámennt en mjög stórt land á svona landsvæðilega sitt sem gerir þetta náttúrulega bara erfitt og já og þessi svona mannauðsskortur líka þá bara, þú veist, það erfitt að fylgjast með þessum málaflokki, það erfitt að fylgjast með hvað fólk að gera á, þú veist, sínu eigin landi, landsvæði, meina ég það. En já, bara svona aðeins meira svona niðurstöðurnar, svona sem mér fannst áhugavert var að, þú veist, hvað rosalega einblínt á losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, en svolítið svona vistkerfisþjónustur einhvern veginn ekki sterkar í umræðinni og þá ég svona svolítið að horfa til náttúrulausna og hvað þær og í eðli sínu þær með marga jákvæða hliðar en fyrir votlendi við svolítið bara mikið að fókus á losunina en ekki alla hina jákvæðu hliðarnar þú veist, gæði, vass og líffræðileg fjölbreytileika til dæmis og þannig að vantar svolítið svona meira núansaða orðræðu svona í kringum endurheimt votlendis sem svona náttúrulausn.
og já, vantar náttúrulega bara, þú veist, pólitískan, fjárhagslegan stuðning í málaflokkinn til að keyra upp þekkingu og koma þekkingu til almennings. Og þetta náttúrulega bara líka erfitt af því að alþjóðlega samfélagið svo rosalega innbyggt, þú veist, á jarðefnaeldsneytið þegar kemur, þú veist, á loftslagsaðgerðum sem svolítið svona að keyra þennan málaflokk áfram. Og svo bara einhvern veginn finnst mér svo greiðlega áhugavert hvað það oft nefnt bara að það þurfi svona að magnagreina votlendi. Við þurfum einhvern veginn að setja einhverja krónutölu á votlendi, eitthvað peningalegt gildi til þess að gefa þeim svona verðmæti út af því sem að allir geta skilið. Og þetta líka bara eitt af því helsta sem að vefst fyrir innleiðingu náttúrulausna almennt, þannig að þetta bara svolítið svona það sem að gerast á mörgum stöðum og Ísland augljóslega ekki þar undanskilið. Og svo bara hægt að sjá líka hvað áskoranirnar eru samtengdar, þú veist, hvernig á pólitíkin að réttlæta, þú veist, háar peningafjárhæðir inn í kerfið þar sem að verðmæti óljóst fyrir fólki í tölum séð og sem ástæðu hvernig á almenningur að hvetja pólitíkin áfram til þess að veita málaflokknum meiri athygli ef fólk ekki sammála endurheimt votlendi, að minnsta kosti út á við. Og svo bara án pólitísks stuðnings og fjármagns síðan erfitt að framleiða efni til þess að, þú veist, fræða almenning mikilvægi votlendis. Þannig að þetta svona alveg svona svolítið vítahringur og svona erfitt kannski að finna hvar maður á að byrja. En bara svona til þess að taka saman, það eru pólitískar, hagfræðilegar og félagslegar áskoranir sem til staðar. Og það sem að kemur upp í viðtalunum bara að þessar félagslega áskoranir eru erfiðastar og þá erum við að tala kannski þú veist, orðræðuna í kringum endurheimt votlendis og svona ósættið út á við og svo bara ímynd fólks að votlendi eru hættuleg, ljót og verðlaus og það þarf klárlega, þú veist, sterkari stefnu, almenna stefnu bæði til að vernda votlendi og ýta undir aukna endurheimt til þess einmitt að, þú veist, sýna út á við að stjórnvöld sjá votlendi sem mikilvægt vistkerfi og, þú veist, og það ætti ekkert að vera léttvægt að raska þeim. Þetta, þú veist, til dæmis gæti mögulega sett sterk skilaboð að votlendi eru mikilvæg og eru þessi virði að vernda og huga. Og svo kom bara mjög sterkt í ljós í rannsóknum minni að áskoranir á Íslandi samsvarast gríðarlega miklum áskorunum sem eru bara svona almennt í heiminum varðandi náttúrulausnir, endurheimt vistkerfa og endurheimt votlendis. Það eru bara greiðlega mismunandi hugmyndir þú veist, hvaða hlutverki á náttúruna gegna. Þú veist, náttúran bara eitthvað sem við eigum að geta nýtt og notað og keyrt áfram einhvers konar, þú veist, eitthvað svona hagfræðilegan gróða eða, þú veist, náttúran ein og sér bara verðmæt án þess að við séum eitthvað að setja einhverja tölu á þetta. Og eins og segja þetta bara sem fólk að brasa við út í heimi, þú veist, hvernig setjum við þetta peningamerki fyrir aftan náttúruna. Og já, ég veit ekki alveg, þú veist, hvað mér finnst það, það ákjósanlegt, það yfir höfuð hægt að taka inn allar þær flóknu vistkerfatengdu þjónustu sem votlendi veitir nær umhverfi sínu og getum við virkilega sett rétt verð á þessa þjónustu. Það önnur saga og eitthvað sem kemur mögulega ljós síðar. En það sem ég vil segja varðandi það, þú veist, hvað endurheimt votlendis og áskoranir eru að samsvara öðrum áskorunum annars staðar í heiminum, að, þú veist, fyrir mér það bara gríðlegt tækifæri fyrir samvinnu á alþjóða vettvangi varðandi votlendi og bara, þú veist, að deila best practices, þú veist, hvað fólk að gera, hvernig getum við bætt, hvernig getum þið kennt okkur, hvernig getum við kennt ykkur. Og þetta síðan líka bara það sem mikilvægt í sjálfbærnismálum almennt, samvinna og að hjálpa stað við að komast að einhvers konar komast á einhvern góðan stað. Og ég held að ég ljúki máli mínu hér. Takk fyrir mig.